Rússneskt skuggaskip hefur dögum saman haldið sig yfir sæstreng á milli Íslands og Írlands. Ferðum slíkra skipa norðurslóðir fjölgar og norðmenn hafa þeim áhyggjur. Sala á rafbílum í Danmörku hefur stór aukist samhliða hækkandi olíuverði. Seðlabanki landsins óttast vaxandi verðbólgu vegna stríðsins í Miðausturlöndum. Páskahelgin svo annasamasta á Keflavíkurflugvelli og bílastæði eru við það að fyllast. Yfirvöld í Reykjanesbæ biðla til ferðalanga að geyma ekki bíla sína við íbúðagötur í bænum. Nýtt iðngreinahús hefur ekki enn risið við Menntaskólann á Ísafirði, þvert á loforð ríkisins. Taka átti húsið í notkun áramótin en framkvæmdir eru ekki einu sinni hafnar. Og þeim fer fjölgandi á ný sem kjósa að fermast í kirkju og áhugi á kristinni trú virðist fara vaxandi meðal unglinga. Ég trúi á Guð og mig langar að staðfesta skírnina mína. Komið þið sæl. Rússneskt olíuflutningaskip hefur haldið sig við og yfir sæstrengnum Írisi sem liggur á milli Íslands og Írlands frá því fyrir helgi. Skipið sást fyrst á föstudag rétt utan við efnahagslögsögu Írlands og hefur haldið sig á þessum slóðum æ síðan og var þar enn nú skömmu fyrir fréttir. Breskir fjölmiðlar segja að þetta sé til marks að Vladimir Putin sé að egna Keir Starmer og leiðtoga Evrópu. Ingólfur Bjarni, þetta áhyggjuefni? Já, en kannski ekki af þeim ástæðum sem að menn myndu ætla. Það að segja, sæstrengurinn Íris líklega ekki í neinni hættu. Þessi rússneski ritallur sem þetta sannarlega og heitir Indri, þó hann sé þarna yfir, þá sæstrengurinn þarna á svona líklega 2 kílómetra dýpi. Skip af þessu tagi gæti kannski dregið akkir eftir hafbotninum en ekki þegar það eru 2 kílómetrar á milli. En þetta samt vandamál að því að skipið þarna eða kannski öllu heldur, að því að skipið lagði lykkju á leið sína til að komast þarna. Það vandamál sem má líklega eftir að fara vaxandi. Þetta byrjaði líklega með Bellu. Þegar bandaríska strandgæslan ásamt hermönnum réðst borð í skipið rétt sunnan við efnahagslögsögu Íslands í byrjun árs. Skipið tilheyrir svokölluðum skuggaflota og var á ferð frá Venesúela til Rússlands. Þessi arðgerð markaði ákveðin kaflaskipti. Byrjum samt á að skilgreina hvað skuggaflotin Það floti skipa, fraktskipa og olíuflutningaskipa sem ríki eins og Rússland og Íran nota til þess að komast hjá refsiaðgerðum og viðskiptaþvingunum. Flest skipin eru gamlir riðdallar sem sigla undir fölsku flaggi og gerðu það nánast alveg óáreittir fram að Bellu. En í kjölfarið ákveðu fleiri að láta til sín taka. Hálfum mánuði eftir Bellu gripu frakkar Grinch en slepptu eftir sektargreiðslu. Í byrjun febrúar gerðu eistar áhlaup á fraktskipið Baltic Spirit. Í marsbyrjun voru það belgar sem gripu olíuflutningaskipið Ethera í Norðursjó. Svíar tóku fraktskipið Kaffa á Eystrasalti 7. mars og 12. mars olíuflutningaskipið Sea Owl. Og 20. mars voru það svo aftur frakkar sem tóku olíuflutningaskipið Dana í vestanverðu Miðjarðarhafi. Fyrir helgi var svo enn ein vendingin. Putin is rubbing his hands at the war in the Gulf and the rising oil prices. And that is why, in my strong view, we should go after the Shadow Fleet even harder. These old, dilapidated ships carry 75% of Russia's oil, and they are helping to fund Putin's war and posing an unacceptable safety and environmental risk. Keir Starmer tilkynnti aukna hörku og vilja til að grípa til einhliða aðgerða væri þess þörf. En hann gerði þetta á fundi Jeff-ríkjanna, þar sem Kristrún Frostadóttir var líka og í loka yfirlýsingu fundarins var hnykkt á því að aðildarríkin ætluðu öll að starfa nánar saman við að taka á skuggaflota Rússa. Akkúrat á sama tíma lagði Indri lykkju á leið sína, þar sem hann stemdi á Ermarsund, líkast til á leið til Sankti Pétursborgar, hélt í vesturátt og norður rétt utan við efnahagslögsögu Írlands, þar sem hann býður enn yfir sæstrengnum Írisi. Líkast til heldur hann svo áleiðis til Múrmansk. Norðmenn hafa vaxandi áhyggjur af fjölda skuggaflotafleyja sem sigla fram hjá Noregsströndum á leið sinni austur yfir. En Ingólfur Bjarni, hafa Norðmenn þá áhyggjur af því að Rússarnir vinni einhver skemmdarverk á leiðinni meðfram norðvestur Noregi eða hvað? Uglist hafa það líka áhyggjur af því en fyrst og fremst hafa þeir áhyggjur af því að þetta séu gamlir riðdallar sem þetta sannarlega vel flest þessi skip og að það geti einfaldlega orðið slys. Þetta geti orðið umferðarslys, umhverfisslys skulum við hafa það.
og þetta geti einfaldlega verið slysahætta sem að verði svo erfitt að bregðast við. Þetta eru ótryggð skip og ef það verður slys í vondu veðri þá verður þetta aldrei bara flókið að vinna úr því. Og þeir töldu Norðmenn á þessari leið 260 ferðir á síðasta ári og þeim fyrir örugglega ekki fækkandi. Nei, ekki ef að það verið að herra tökinn annars staðar. En hérna við Íslandsstrendur, höfum við einhverja áhyggjur hérna? Hvernig er sviðsmyndir hérna í kringum Ísland? Já, það er allavega allir sem ég tala við sammála um að það þurfum við fylgjast með og segja líka að geta okkar til þess sé afar takmörkuð, vægast sagt. Og Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, hefur raunveru sagt það í viðtölum. Þetta er líka þannig að til þess að flækja þetta ennþá frekar senda þessi skip oftar á sér rangar upplýsingar, það er að segja, það er kallað að spúfa, senda einfallega upplýsingar þau séu annars staðar en þau eru, til dæmis upp á Vatnajökli, þar sem þau eru auðvitað ekki og en menn vita þar lendi kannski lítið hvort þessi skip hafa verið hérna en hafa áhyggjur af því að með þessu aukna eftirliti þá verði fristandi fyrir þau að færa sig þangað sem að er minna eftirlit og ólíkara að það verði gripið eitthvað inn í. En hvað það átt að gera? Það er góð spurning. Við treystum voða mikið á upplýsingar og gögn frá bandamönnum okkar. Þegar ég tala við fólk úr þeirri átt þá verði var við svona ákveðin pirring og þreytu á því að Íslendingar geti ekki gert betur. Einhverju muni kannski eftir því þegar rússnesk herskip voru hér við landsteina fyrir 5-6 árum. Þá var framlínan raun og veru íslenski fiskveiðiskipaflotinn. Sjómönnum borð sáu þessi rússnesku skip, smeltaðu myndum á síma sinn og sendu Landhelgisgæslunni. Þannig að allir þeir séu okkar helsta von. Ingólfur Bjarni, takk kærlega fyrir þetta. Og meira af rússneskum skipum því Bandaríkjamenn hleyptu rússnesku olíuflutningaskipi til Kúbu og röfuðu þar með herkví sína á Karíbahafi. Herkvíin hefur valdið því að Kúbverjar hafa búið við orku og olíuskort vikum saman. Donald Trump sem ráðist hefur bæði á Venezuela og Íran á þessu ári segir að Kúba sé næst. Yeah, Cuba's going to be next. Cuba's a mess. It's a failing country and they're going to be next. Olíuskortur á Kúbu veldur víðtæku rafmagnsleysi sem gerir nú þegar lífskjör margra enn verri. Hace ya como 15 días a casa de la suegra no llega el agua. Hace más de 3 días que el agua no entra y estoy cargando agua. Mira los cubos ahí y los tanques. Estoy mal, ya no sé qué voy a hacer, estoy a punto de ahogarme. Andspænis sífellt meiri þrýstingi frá grannanum í norðri finna Kúbverjar sig knúna til að grípa til vopna. Hermenn kenna almennum borgurum réttu handtökin, líkast til þau sömu og við svínaflóa fyrir rúmum 60 árum. En ekki er öll nótt úti fyrir Kúbverja enn, því rússneskt olíuflutningaskip kom til hafnar í dag með 730.000 tunnar af olíu. Það bjargar Kúbverjum í nokkrar vikur en síðan klárast olían. We have a tanker out there. We don't mind having somebody get a boatload because they have to survive. It wouldn't bother me. Bandaríkjamenn afléttu daginn viðskiptaþvingunum á ríki sem versla olíu af Rússum til þess að auka olíuframboð og dempa þannig áhrifin af stríði þeirra í Miðausturlöndum. Það þyrnir í augum manna eins og Volodymyr Zelenský sem hefur legið mjög á hálsi hverjum sem verslar olíu af Rússlandi enda fjármagnar þetta stríð Rússlands í Úkraínu. Rússar hafa grætt mjög síðan að stríðið í Miðausturlöndum braust út og Donald Trump, honum virðist vera alveg sama það. Well, I would say, I told them, if a country wants to send some oil into Cuba right now, I have no problem with it. Do you worry that helps? Whether it's Russia or not, what? Do you worry that helps Vladimir Putin though? Doesn't help him. He loses one boatload of oil, that's all it is, it's fine. If he wants to do that, and if other countries want to do it, it doesn't bother me much. It's not going to have an impact. Cuba's finished. They have a bad regime. Hingað heim, grískur karlmaður sem ákærður fyrir að vera portúgölskum félaga sínum að bana á Kársnesi í Kópavogi í nóvember neitar sök. Málið var þingfest í héraðsdómi Reykjaness í morgun. Maðurinn var á heimili hins látna kvöldið sem hann lést og segir það hafa neytt kókaín svo spilað fjárhættuspil. Hann neitaði því aftur á móti að hafa veitt manninum áverka. Hann var ekki í dómsali í morgun en tjáði sig í gegnum fjarfundarbúnað með aðstoð túlks. Stefnt að skólastarfi í Grindavík í haust eftir 3 ára hlé og 80 börn hafa verið forskráð í leik- og grunnskóla. Undanfarið hefur verið unnið við að lagfæra skemmdir á skólanum og búið að ráða skólastjóra. Hér voru skemmdirnar þess eðlis að þetta þrýstist svolítið saman en hér höfum við skipt gólfefni og að leggja hérna nýja gólfdúka og steypa hér upp í skemmdir sem voru á veggjum og mála.
Þannig að það er mikill munur að koma inn og það eru rauninni munir bara í hverri viku, sko. Og svona mikið eins og við sjáum, mikið verk framöndan að þrífa og ganga frá. Það er nú bara einhver byrjaður þarna. Við erum með hérna einn á yfirvinnu sem er bara stanslaust að taka upp rykk. Þetta er einn af dugnaða fólkunum í Grindavík. Stefnt er að því að bjóða upp á leikskólapláss frá 12 mánaða aldri. Ásrún segir mikilvægt að þessu hvatar fyrir fólk til að snúa aftur. Einnig verði hugað að tómstundum barna samhliða skólastarfi. Auglýst var eftir skólastjóra fyrr á árinu, 6 sóttu stöðuna og Guðlaug Erlendsdóttir hefur verið ráðin. Við finnum vel fyrir því að Grindvíkingar eru með heimþrá og þeir vilja margir komast heim aftur. Þannig að það er líka ábyrgt af okkur að undirbúa. Grindavíkurbær auglýsti forskráningu í skólan fyrr á árinu til að kanna eftirspurn. Óvissa í húsnæðismálum gerir það að verkum að ekki allir gátu svarað með vissu. Allir það hefur ekki verið svona í kringum 80 börn sem voru skráð alveg frá leikskóla og upp á unglingastig. En svona er þetta sumir svöruðu að væri alveg örugg með það að óska eftir skólavist fyrir börnin sín. Aðrir voru líklegir en svona voru einhverjir sem gátu ekki svarað. Er einhver svona hræðsla í fólki að koma aftur með börn? Sko, við leggjum fyrst og fremst áherslu á öryggi þeirra sem hér eru. Og við náttúrulega erum að vinna í því að gera bæinn öruggari. Ekkert skólastarf hefur verið í bænum síðan hann var rýmdur í lok árs 2023. Ég segi það er ekkert samfélag án barna og ég hef starfað sem kennari hér og stjórnandi bara vel yfir 20 ár. Þannig að þetta er mikið hjartansmál fyrir mér og hér var vissulega mjög faglegt skólastarf og við stefnum á það aftur. Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði í dag frá stefnu samkeppniseftirlitsins gegn Samskipum. Eftirlitið freistaði þess að fá að hækka sekt sem Samskip og dótturfélög þess verða að greiða vegna ólöglegs samráðs við Eimskip. Samkeppniseftirlitið hafði lagt 4,2 milljarða króna sekt á skipafélagið en úrskurðarnefnd samkeppnismála lækkaði hana í 2,3 milljarða. Eftirlitið hefur kært frávísun héraðsdóms til Landsréttar. Þá út í heim. Seðlabanki Danmerkur óttast að verðbólga þar í landi aukist á næstunni vegna stríðsins í Miðausturlöndum. Hærra olíuverð veldur því að rafbílar rokseljast. Ja, og der har vi gødning. Sådan big bags med gødning her er steget 300-400 kroner siden krigen í Íran startede. Dýrari áburður veldur því að skepnufóður verður dýrara sem síðan veldur því að kjöt verður dýrara. Helsta ástæðan fyrir þessu er hækkandi olíuverð. Þessi danski kaupmaður skellir skuldinni á einn mann. Lige nu, hvor der sidder en vanvittig bilist bag ved rattet i Det Hvide Hus, der er det meget svært at drive forretning, når vi ser så voldsomme stigninger på energipriserne. Verðbólga í Danmörku var 0,7% í febrúar, sem undir verðbólguvæntingum. Danski Seðlabankinn gerir ráð fyrir að hún verði 1,8% í ár. Svörtustu spár gera þó ráð fyrir 4,5% verðbólgu, sem hefur ekki verið í Danmörku síðan í lok COVID. Seðlabankinn segir að þeir stjórnmálamenn sem keppast nú við að mynda nýja ríkisstjórn í Danmörku verði að halda að sér höndum þegar þeir taka við. Vi skal være varsomme med at bare bruge flere penge nu. I det hele taget så kan man sige, at der er jo brugt rigtig mange penge de senere år. Jeg skal have cyklen frem, fordi jeg har ikke råd til at køre i bilen ret meget. Jeg tror, jeg fik nogle 40 liter for lige knap 800 kroner. Bílasölumenn segja að rafbílar hafi rokið út að undanförnu. Danskerne elsker økonomiske biler, og de har fundet ud af, at med elbiler er der rigtig mange penge at spare. Þessi fjölskylda er að fara reynslu að aka rafbíl. Fylder der selvfølgelig noget, og så også det her med, at man gerne vil gøre noget bedre for miljøet på en eller anden måde. Og það verður fjallað efnahagsmálin hér heima í Silfrinu í kvöld, Bersteinn. Jú, mikið rétt. Við byrjum á að fá til okkar Bjarna Benediktsson, nýjan framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins og förum við stöðu efnahagsmála með honum. Þar á meðal forsendur kjarasamninga og hvaða leiðir SA sér út úr núverandi stöðu. Í síðara hluta þáttar koma þau til okkar Ásgeir Brynjar Torfason, Bjarnheiður Hallsdóttir og Guðmundur Steingrímsson. Allt í Silfrinu strax á eftir Kastljósi. Við sem ekki að því, takk fyrir þetta, Bersteinn. Snúum okkur öðru. Heilbrigðisstofnun Norðurlands hefur endanlega lokað starfsstöð sinni á Hofsósi. Íbúar þurfa nú að sækja sér læknisþjónustu inn til Sauðárkróks sem í 36 km fjarlægð. Já, við hörmum alla skerðingu og þjónustu sem á sér stað hjá okkur í Skagafirði. Við höfum áhyggjur af fólki sem kannski leitar fyrst og fremst til heilsugæslunnar og þarf ekki að fara lengra.
eldra fólks, svo ég taki sem dæmi, hvernig því gengur að fara yfir. Þetta svona svolítið vegalengd á milli Hofsós og Sauðárkróks. Þannig að við hörmum þetta og höfum komið mótmælum á framfæri við bæði stofnunina og ráðuneytið. Á Hofsósi og nærsveitum búa 260 einstaklingar sem hafast þá nýtt sér þessa þjónustu. Stór hluti íbúana yfir 60. Hingað hafa íbúar á Hofsósi geta komið einu sinni í viku til að sækja sér læknisþjónustu. Nú það ekki meir. Nú fara þeir inn til Sauðárkróks. Að vísu langt síðan að þeir gátu hitt lækni þarna síðast, en frá því í apríl í fyrra hefur ekki verið hægt að koma á heilsugæsluna á Hofsósi. Nú ákvörðunin orðin varanleg. Lokunin talin skila 7 til 9 milljón króna sparnaði. Húsnæði HSN á Hofsósi gamalt og lúið og dýrt að ráðast í framkvæmdir. HSN telur að einstaklingar sem áður sóttu sér læknisþjónustu á Hofsósi hefðu hvort þurft að fara á Sauðárkrók til þess að fara í apótek og aðrar rannsóknir og gætu því fengið betri þjónustu þar. Íbúar hafa þó bent á að áður hafi verið meiri þjónustu að fá á staðnum. Til dæmis voru lyf send frá Sauðárkróki til Hofsós og því bílferðin óþörf. Það eru skertar fjárheimildir, það erfiður rekstur, en við hörmum þetta samt sem áður og þykir mjög miður að það sé verið að loka þessari nauðsynlegu starfsemi. Stjórnendur menntaskólans á Ísafirði eru orðnir langeyir eftir nýrri verknámsaðstöðu. 2 ár eru síðan þáverandi menntamálaráðherra skrifaði undir viljayfirlýsingu með sveitarfélögum við Djúp. 18 nemendur hófu nám í hárgreiðslu við menntaskólann á Ísafirði síðasta haust. Samkvæmt tímalínu sem að menntaskólanum var kynnt þá hefðu þau átt að fá nýja vinnuaðstöðu núna áramótin, en þar sem að engar framkvæmdir eru hafnar þá munu þau líkast til klára námið sitt hér. Nemendur í rafvirkjun og húsasmíði þurfa einnig að láta sér lynda aðstöðu í kjallara þar sem lofthæð lág, loftræsting léleg og plássið af skornum skammti. Smíðaverkefni eru unnin undir opnum himni og efnið þarf að selflytja eftir löngum göngum til og frá sögunaraðstöðunni undir heimavistinni. Þá gjalda heimavistabúar hér fyrir ofan fyrir það með miklum hávaða og látum og ekki vinsælustu herbergin á vistinni. 4. apríl 2024 var hér mikill hátíðisdagur þegar var skrifað undir viljayfirlýsingu með sveitarfélögum hér við Djúp og ráðuneytinu byggingu 1000 fermetra verknámsaðstöðu. Stjórnendur hafa verið fullvissir að verkefnið væri að fullu fjármagnað. 2 árum seinna staðan sú að Heiðrún hætt að upplýsa starfsfólki þegar nýjum dagsetningum lofað. Því að loforðin orðin ansi mörg og maður verður alltaf rosalega vongóður og fer í svona eitthvað fasa nú sé eitthvað að fara að gerast og svo gerist bara mjög lítið. Heiðrún segir vont að geta ekki boðið nemendum og starfsfólki upp á aðstöðu við hæfi. Á sama tíma hefur aðsókn í skólan aukist með bættum samgöngum. Ég segi þetta ekki nei við nemanda sem býr í Súðavík að koma í menntaskólann á Ísafirði. Ef ég neita honum, hvert á hann þá að fara? Heiðrún segir verknám innan fjórðungsins lykil að því að styðja við þann vöxt sem á sér stað á Vestfjörðum. Því að nemendur sem klára hér nám, að þeir eru þá búin að vera á samningi í fyrirtækjum, klára sitt sinnspróf og halda áfram störfum hér á svæðinu. Yfir í annað, þúsundir Íslendinga eru á faraldsfæti páskana. Brottfarir frá Keflavíkurflugvelli í páskavikunni eru tæplega 950, en 2 vikur þar á undan voru þær samtals 780. Á sama tíma voru farþegar 232.000, en verða í þessari viku tæplega 280.000. Miðað við áfangastaði virðast flestir Íslendingar sækja annarkvort í sólina eða á skíði. 45 vélar fara til Tenerife í páskavikunni, 22 til Alicante, 11 til Gran Canaria og 16 til Barcelona. Alparnir eru svo vinsælir meðal skíðafólks, því 42 vélar fara til Milano, 36 til München og 24 til Zürich. Svo mikil aukning þýðir að það þrengir að innviðum á flugvöllunum og þar með talið bílastæði. Stærsta ferðahelgi ársins runnin upp. Það hérna á Keflavíkurflugvelli. Hér eru 3000 stæði og rétt eins og fyrir ár stefnir í að þau verði öll nýtt. Og það kannski ekki að undra með við það sem veðurguðirnir hafa verið að bjóða upp á undanfarið. Já, þau eru bara eiginlega að fyllast bara eins og við erum akkurat núna að tala. Þetta að fylla sérstaklega skírdagur og föstudagur langi. Það ennþá aðeins laust á laugardag og sunnudag, en við hvetjum bara fólk til þess að tryggja sér bókun áður en að kemur til flugvallarins. Þótt vissulega ferðist fleiri Íslendingar til útlanda yfir sumartíman, þá páskahelgin mesti annatíminn á bílastæðum flugvallarins. Það eina helgin sem fyllist hjá okkur yfir árið, það eru páskarnir. Þeir sem grípa í tómt þurfa að skoða aðra kosti eins og leigubíla, flugrútu, lagningaþjónustu eða einfallega láta skutla sér.
Svo gengur strætó á flugvöllinn en þá ber að hafa í huga að hann byrjar ekki að ganga fyrr en eftir að morgunflugin hafa tekið á loft. Þeir sem hugsa sér gott til glóðarinnar og spara sér kostnað með því að leggja í bílastæði í Reykjanesbæ og taka leigubíl þaðan, þurfa að hafa í huga að það gera þeir í óþökk bæjarbúa og yfirvalda. Já, það búið að vera töluvert það að fólk kvarti því að það sé verið að leggja í bágötum. Þetta fólki til mikil sama? Já, það við höfum fengið töluvert af kvörtunum en það er eitthvað minnkað núna bara út af minni ferðamannastraumur eða fólk er minna að fara erlendis. Til stendur að sporna gegn þessu athæfi og var fyrsta skrefið stofnun bílastæðasjóðs Reykjanesbæjar. En á eftir að virkja sjóðinn, en fyrst og fremst er honum ætlað að vinna gegn stöðubrotum. Þó er á döfinni að koma upp skiltum til að vekja athygli á að götur bæjarins eru ekki flugvallastæði. Við erum að biðla til Íslendinga að nota frekar bílastæði frekar en leggja í húsagötum. Þetta truflar auðvitað bæði íbúa og truflar snjómokstur og fleira á þessum tíma. Fermingar í kirkjum virðast njóta vaxandi vinsælda á ný eftir að áhugi fermingabarna á þjóðkirkjunni dvínaði upp úr aldamótum. Sum börn láta skýrast samhliða fermingunni. Fermingatímabilið er runnið upp á ný. Þær Sara og Ísafold fermast í Lágafellskirkju í næstu viku og hlakka mikið til. Ég trúi á Guð og mér langar að staðfesta skírnina mína. Ekki er haldið utanum tölfræði yfir hversu mörg börn fermast árlega á Íslandi, en svo virðist sem þeim sem fermast í kirkju fari fjölgandi á ný. Það fór lækkandi á tímabili en undanfarin ár, bæði hér í Neskirkju og í öðrum kirkjum hefur við fundið fyrir vaxandi þáttöku og áhuga á því að fermast. Og erum nú þegar byrjuð að skrá í fermingafræðslu fyrir næsta ár sem á að byrja í haust. Hvað lærir maður eins og í fermingafræðslunni? Bara Guð og það er líka bara að bera virðingu fyrir sjálfur sér og vera góð við alla. Já, þau hafa mikinn áhuga og eru mikið að velta fyrir sér spurningum trú og lífið og tilveruna. Samfélagsmiðlar virðast hafa eitthvað að segja í auknum áhuga á kristinni trú. Þau eru til dæmis að velja sér fermingavers og þá oft hefur tekið til því að þau koma með ensku útgáfuna því þau hafa séð hana einhvers staðar á TikTok hjá einhverjum áhrifavaldi. Samkvæmt upplýsingum frá Siðmennt hefur þeim sem fermast hjá þeim farið fækkandi undanfarin 3 ár úr 675 árið 2022 í 548 í fyrra. En fram að því hafði fjöldinn farið vaxandi frá fyrstu borgaralegu fermingunni árið 1989. Í raun og veru er ákvörðunin miklu stærri því að þau vita að það eru fleiri valkostir. Sumir krakkarnir eru kannski ekkert endilega aldur upp við þetta og jafnvel ekki skýrðir. Já. Núna í ár voru 10% af okkar fermingarárgangi óskýrður. Finnst ykkur þetta mikilvægt? Já. En gjafirnar, skipta þær líka máli? Smá. Draumahúsgögn fermingarbarnsins fást hjá Ingvari og Gylfa, hljómflutningstæki, fágaður hljómur, falleg gjöf. Á 9. áratugnum voru svona hljómflutningstæki eða græjur langvinsælasta fermingargjöfin. En nú til dags vilja krakkarnir helst bara fá pening. Glæsileg Xenon hljómtækjasamstæða með blötuspilara, útvarpi, tónjafnara, kassettutæki, hátölurum og fjarstýringu á aðeins 29.9. Þetta er ansi vegleg gjöf en á verðlagi dagsins í dag kostu þessar græjur ríflega 300.000. Peningar eru þó ekki efst á listanum hjá Söru og Ísafold. Ferð með henni. Ferð með henni. Og hvert þá? Grikklands. Og það farið til Grikklands? Ég veit það ekki. Vitum það ekki. Vel gert. Skulum kíkja það sem er í Kastljósi í kvöld. Í Kastljósi í kvöld verður rætt við lögmann rúmlega 20 einstaklinga sem vistaðir voru á fósturheimili í Garði allt fram til ársins 2019 og greint hafa frá ofbeldi á heimilinu. Hernaðarfræðingur segir að Bandaríkjaforseti hafi enn áhuga á yfirráðum á Grænlandi en samningaviðræðum fyrirkomulagið sé haldið mjög leyndum. Svo verður rætt við safnara sem mælir með grúski í staðinn fyrir skroll. Þetta er miklu mannlegra heldur en að fletta starfslist í símana þó að hann sé góður með og nauðsynlegur.
Þetta er Kastljósið hér rétt á eftir en kíkjum þó á veðrið. Vestlæg átt á morgun 8 til 15 metrar á sekundu og él landið vestanvert. Gengur í vestan 15 til 23 metrar á sekundu austan til yfir hádaginn og úrkomu lítið veður þar. En víða verður skafrenningur með versnandi akstursskilyrðum. Gular viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir Austurland að Glettingi og Austfirði frá klukkan 10 í fyrramálið til klukkan 16. Nánar þetta eftir íþróttafréttir. Skautafélag Reykjavíkur og Skautafélag Akureyrar mættust í 4. leik liðanna í úrslitaeinvíginu Íslandsmeistaratitil kvenna í íshokkí. Þar réðust úrslitin í vítakeppni. Spennan magnast á Reykjavíkurmótinu í skák, úrslitin gætu ráðist í kvöld. Og lokadagur Íslandsmótsins í skíðagöngu var í dag. Dagur Benediktsson og Kristrún Guðnadóttir enduðu mótið með stæl. Missið ekki af íþróttum hér eftir fréttir. Rifjum það upp helstu fréttir. Rússneskt skuggaskip hefur dögum saman haldið sig yfir sæstreng á milli Íslands og Írlands. Ferðum slíkra skipa norðurslóðir fjölgar og Norðmenn hafa af þeim áhyggjur. Sala á rafbílum í Danmörku hefur stór aukist samhliða hækkandi olíuverði. Seðlabanki landsins óttast vaxandi verðbólgu vegna stríðsins í Miðausturlöndum. Páskahelgin svo annasamast á Keflavíkurflugvelli og bílastæði eru við það að fyllast. Yfirvöld í Reykjanesbæ biðla til ferðalanga að geyma ekki bíla sína við íbúagötur í bænum. Nýtt iðngreinahús hefur ekki enn risið við Menntaskólann á Ísafirði þvert á loforð ríkisins. Taka átti húsið í notkun áramótin en framkvæmdir eru ekki einu sinni hafnar. Og þeim fer fjölgandi á ný sem kjósa að fermast í kirkju og áhugi á kristinni trú virðist fara vaxandi meðal unglinga. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum og veðri og svo það Kastljósið og Silfrið hér rétt á eftir. Nýjustu fréttir má finna allan sólarhringinn á rúv.is en næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Við á fréttastofunni segjum þetta gott að sinni, verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Silfrið. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson og Bergsteinn Sigurðsson fá til sín gesti, kryfja með þeim atburði líðandi stundar og pólitískt